Arnar, bara hvað er efst í huga þjálfarans eftir þetta jafntefli á móti Haítí og bara þennan glugga? Það er bara vonbrigði, aftur mist niður forskot. Þetta var reyndar heldur verra heldur á móti Kanada. Þetta var svona bara game management okkar síðasta korteri var slakt og þeir svolítið gengu á lagið. Við þurfum einhvern veginn, það er þreytandi að þurfa alltaf að tala um að þurfa að læra hlutum. Þú lærir alltaf af mistökum í lífinu sko, en þetta var rosa soft mark sem við fengum á okkur og það vantaði einhvern veginn bara sigla sig heim 1-2 mínútur eftir að leiknum og ná við talaðum áður, þetta er ekki alveg líkamlega sterkasta liði í heiminu sko, en þetta var svona basic návi sem að klikku, en ég var þokkalega sáttur fram að þessu. Við vorum svolítið að þreyta þá í fyrirháleik og markið var gott. Hefðum mátt nýta kantan okkar miklu betur. Það var gapandi svæði í fyrirháleik sem við nýttum svo í markinu okkar í seinni hálfleik, en það hefði mátt vera fleiri svona sóknir. Það hefði mátt vera fleiri færi. Við fengum vola að fá færi í leiknum og stundum fannst mér spilu of hægt, en þannig að svona til að sömma þetta upp að þá held ég að fyrsta orðið sé bara vonbrigði held ég. Það er hlutlaus áhorfandi að þetta ekki verið jafn skemmtilegur leikur og á móti Kanada eins og segir, það var ekki mikið opin færi. Já, og líka bara kannski tempó í leiknum var ekki alveg það sama og það var náttúrulega ég ætla ekki að afsaka neitt, en það er trikki að lenda í einhverjum 2 töfum og út búin að taka 2 uppbótanir og það tekur aðeins jafn mikið á leikmenn að díla við svona aðstæður. En mér fannst ég gera það nokkuð vel í fyrirháleik og stjórnuðum ferðinu nokkuð vel, en þetta er bara, þessi landsliðsfótbolti, þetta er bara mistök, þetta er bara mistaka fótbolti og bara sjá núna við förum yfir kannski fá okkur nú held ég 13 mörk í nú síðustu 8 leikjum og ef við tökum vítin úr umferð, þessar non-penalty goals, þá er þetta örugglega 10-11 mörk og ég held að ef við greinum þau í ræmur öll mörkin sem við fáum okkur, þá var þetta rosalega mikið einhver klaufagangur hjá liðin okkar því miður og það er bara, ég held að fakt að ef við náum ekki að útrýma því að þá komast við hvorki í löndinni leið. Fá allt of ódýr mörk á okkur? Já, ég meina, ég held að það var tekið svona compilation saman af okkar mörkum sem við fáum á okkur í síðustu 8 leiki burtséð frá vítunum sem eru ansið klaufalega nú þegar. Við förum með víti á móti Frökkum, það var stigi á einhvern gaur. Það er ekki eins og við séum að bregða mönnum, þeir eru komnir í dauðafæri. Þannig að svo er þetta bara mistök ofan á og þá sem þjálfari ertu að leita því hvort þetta sé structural mistök eða einstaklingsmistök og ég hef með mína skoðun á því og ég held allir kannski sem að myndu sjá þessi mörk myndu komast að sömu skoðun. Og búið að það eru breytingar á byrjunarliðinu, maður bjóst samt kannski ekki alveg við því að það eru 10 breytingar á liðinu. Já, þetta er bara, þetta er alveg, já, yndislegt og þetta starfi og þá er engin tími til neins hvað varðar að undirbúa annað en að gera þetta með þennan hátt. Því við erum að fara í haust núna í 4 leiki á okkur 14-15 dögum og það gefur augaleið að það geti ekki allir leikmenn spila 90 mínútur 4 leiki. Við þurfum að stækka hópinn og mögulega jafnvel í 3. eða 4. leika þarf að skipta algjörlega byrjunarlið og þannig að þetta er bara gott tækifæri til að prófa hvort það sé að virka og hversu langt þetta er að virka og fá okkur að betri sýn á það sem koma skal í haust og það voru nokkrar sterkar frammistöður í dag og sem betur fer og strákarnir lögðu sig alla fram í þetta verkefni og þetta var trikki gluggi líka, þetta voru leikurinn við Kanada var erfiður og svo voru svona ýmislegt sem kom upp á í ferðinni hvað var þar æfingur og annað en mér varst hópurinn díla mjög vel við það. Svo náttúrulega næstu gluggi á móti Japan og vonandi einhver 1 leikur viðbót og svo verðum við bara að vera klári í haust en við fengum fullt af svörum, fullt af spurningum í þessum glugga. Gylfi bætti ekki bara við leikjafjöldan sem þetta líka markafjöldan? Já, það gladdi mig mjög mikið. Hann var frábær í þessum glugga, spila ekki mínútur mútið Kanada en var alltaf að gefa af sér til strákarna og bara mjög hrifinn af hann, hvernig hann kontaktaði sjálfan sig í báðum mútið Mexíkó og líka í þessum glugga.
og svo spilti ekki fyrir að ná þessu marki, þannig að það var bara mjög ánægður með hann, hvernig hann var í öllum okkar undirbúningi og aðdraganda leiks og í leiknum, báðu leikjunum, og þannig að þetta var bara frábær gluggi fyrir hann. Framhaldið, bara hvað tekur núna við hjá þér? Sko ég sagði núna eftir leikinu sko að ég hefði alveg sem reglu að vera ekki að gera upp leiki fyrir fram á þá og tjá mig og missa eitthvað misgáulegt út mér inn í búningsklefa. Þetta svona tími þegar það var aðeins anda með nefinu og svona fara aðeins betur yfir þetta, fá betri sýn aðeins yfir báða leikina og svo er þetta alltaf sama, bara vera hrósa þegar það var við og vera ruthless þegar það var við og sjá til þess að við séum tilbúin í hausta, því að við sjáum núna bara í hvað er að gerast í play-offs núna. Það eru lönd sem er að fara að eiga séns að komast í lokakeppni út af góðum árangri í C-keppni, þannig að það er tækifæri sem við megum ekki missa af.